En við ætlum að halda áfram að forvitnast það sem að nú svona í gangi í dag og morgun og núna helgina. Og háskóladagurinn haldinn einu sinni á ári á höfuðborgarsvæðinu og þetta skemmtilegur dagur sem að hvet alla til þess að nýta sér, sérstaklega að skoða háskólanám. Og við ætlum að fá að vita meira þennan dag, hvað verður í boði og ýmislegt annað og hvernig fólk á að snúa sér. Og hún Hjördís Guðmundsdóttir sem verkefnastjóri háskólans, hún á línunni hjá mér. Sæl og blessuð. Bless og sæl. Já, þetta rétt hjá mér, þetta einu sinni ári. Þetta einu sinni ári og þá hátíð í bæ og já. það ekki til betri staður að vera á en akkurat þarna eða þú ert að stóða í háskólanum og þá getur þú bara gert þetta allt á einum og sama deginum. Já. Kynntir allt háskólanám á Íslandi sem að 500 námsleiðir. Vá. Nú lítur þú glæðir eitthvað heimsvett, svona með höfðatalinn eins og alltaf. Ég var einmitt að hugsa það. Þetta ótrúlegt magn sem í boði. Já, þetta 7 háskóla sem standa saman á deginum og þau koma bara saman á morgun og kynna þá allar það leiðir sem boði á Íslandi. Já. En hver getur fólk farið? Þetta Háskóli Íslands? Já. Háskólinn í Reykjavík? Já. Og svo þetta Listaháskólinn. Þessi skóla sem að kynningin verður á, en háskólinn á Akureyri, það svolítið langt fyrir fólk að fara þangað, hann til dæmis verður með kynningunum sína hjá Háskóla Íslands, ásamt háskólanum í Bifröst, háskólanum á Hólum og Landbúnaðarháskóla. Ok, en eins og... Bifröst líka vera hjá HR líka, svo það komið fram. Já, en eins og Háskóli Íslands, verður eingöngu niður í bæ eða verður líka upp í Stakkaliðinni? Nei, þau verða niður bara á höfuðstöðunum og svo verður þau í háskólabíu og þarna á því svæði. Já. Þetta ekki bara námskynningar, þetta líka alls konar skemmtilegar uppákomur og ótrúlega raun og veru skemmtuðu dag sem að Mánu Pínu var kallað líka fjölskyldudag. Já. Þetta ekki bara, ég sem sagði námskynningar, þetta einnig verið að sýna bara hvað krakkarnir að gera í skólanum og afrakstur ýmissa vísinda eða verkefna, það eru ótrúlega mörg verkefni sem að koma út úr þessum háskólum og það myndið að kynna sér þau líka og skoða. Já, það er skemmtilegt. Og svo verður þetta sprengigengi HÍ sem nú orðið frægt, það verður í háskólabíó og það krökkunum leiðist ekki að sjá sprengjur og elda fljúa þar. Ó nei. Svo verður þetta bíó þar og vísinda smiðja, háskóladansin verður alltaf að dansa og svo í HR verður þetta fara til dæmis í bílhermi og setjast upp í bíl og sjá viðbragðstíma þegar þú notar símann til dæmis við akstur sem náttúrulega enginn gerir en það ágætt að sjá hvað gerist. Já. Eða hvað gerist ekki. Og þar verður líka hægt að setja upp sýndarveruleikaglerauga til þess að mæla hvort þú setja með einhverja fælni eða ákveðna fælni á oddhvössum hlut. Og það svona alls konar svona skemmtilegir hlutir sem að hægt líka að sjá og upplifa. Ok, ef fólk ætlar að fara alla staði og skoða, væri kannski þá sniðugt að leggja bílnum á einum stað og taka svo strætó á milli eða hvernig það? Það stór sniðugt, eins og þú segir. Mjög sniðugt. Við ætlum að bjóða upp á strætó á milli þessara leiða og það verða eins og í Listaháskólanum, það verða líka alls konar gjörningar og tónlistaratriði og það verða ekki þá að keyra milli strætó, milli þá LHÍ, HR og HÍ. Og það er að sjá bara við útgangin klukkan hvað eru að fara. Þeir eru að fara 20 minna fresti frá þessum stöðum, þannig að það ekki að vera langt á milli þeirra. Það ekki nein bið? Nei, raun og veru ekki með að við bara finna stæði og í snjónum og allt þetta. Já. Þess að vorum að setja niður strætóskýli við HÍ áðan, þar sem að það ekki skýli við skólan. Þannig að við erum að gera allt til þess að einfalda líf fólks. Já, það er frábært. Já, það er bara gaman að segja það því í lokin að þegar þessi dagur búinn þá förum við að stað og tökum smá hringferð og förum á 7 staði út á landi og byrjum á þriðjudaginn á Suðurnesjunum. Já, þannig að nauðsynlegt líka að sinna þeim sem eru á landsbyggðinni, þannig að það er... Já, það verður að gera það. Það er bara hefur gefist frábærlega að fara að hitta krakkana á sínum stöðum og ekki nóg með það að við erum að bjóða alla velkomna á þessar kynningar, ekki bara þá sem er í skólanum, á þessu skóla sem við förum á eða í, heldur líka bara fólk sem hefur áhuga á háskólanámi þó það sé ekki akkurat í þeim skóla sem við erum að fara að heimsækja. Akkurat. Og það er með hjá á Selfossi í lok mánaðarins, 29. Þá ætlum að vera á Selfossi að kynna þá allt háskólanám í Íslandi, þá koma allir skólinni saman þar líka. Verður þá í FSU eða hvar verður þið? Já, við erum bara þar. Ok, glæsilegt. Við ætlum að vera þar frá klukkan 10 til 12
og hvetjum við mitt alla þar í nágrunni að koma og kíkja á staðinn. Þetta með það hjálpa krökkunum líka svolítið að ákveða sig kannski örlítið betur og ná að kynna sér þetta svona bara beint í æð, getum við sagt, sko. Já, í raun og veru, sko, ef maður hugsa allt þetta sem í boði, ef maður verið sjálfur 20 dag sem ég í þessari vinnu sem búin að vera núna í þessu, þá hefði ég óskað að ég væri 20 og geti að fara að velja mér en það er almáttuð hvað væri flókið samt sem það. Ég veit ekki, ég fengi líka klikkað valkveð en sko sumir framhaldsskóla líka eru farnir að bjóða upp á sko hinnar ýmsu brautir og ýmsu áfanga sem að maður hefði einmitt aldrei látið sér dreyma að gæti mögulega verið í boði á sín tíma. Það er ótrúlegt, sko. Svo við erum líka að bjóða krökkur sem að klára 10. bekk til að koma líka að heimsækja okkur. Já. Vegna þess að það getur líka skipt máli í hvað menntaskóla þú ferði eða hvað leið þú vilur sá ef þú ætlar að undirbúa þig fyrir háskólanám. Algjörlega. Þó að það sé algjörlega ekki algilt að þá er það samt sumir sem að farin að hugsa lengra en alltaf að ég var að gera. Já, ég held að það sé mér svolítið máli að það þurfi pínkulítið í dag. Já, ég myndi sér það, allavega ákveðt að hugsa og maður heyri skemmtilega sögur á þessum háskóladegi þegar þetta fólk sem hefur verið að fara á milli, þeir eru starfsmenn skólana og svo fara líka með nemendur fara líka með þeim í þessa reisu. Já. Þannig að þú hittir bara alls konar fólk og kemur. Það er sagt skemmtilega sögur frá því þegar krakkar eru bara kannski koma í 4 ár og mynda sér skoðun á öllum þessum árum, eða og er að mynda sér skoðun og koma svo og velja sér svona námið á endanum. Já, en ef maður hugsaður samt svona gagnvart öllu þá ætti svo sem ekki skipta máli hvað framhaldsskóla maður velur upp á það að komast í náminn. Það er alveg svo gengur að gerist. Það er alveg rétt. Það er svona, maður allavega, eins og við hugsa hvernig ég var að ég fór bara, mér dætti ekki huga að vita að ég verði 10. bekk, svo heyrir maður brekka sem er mitt bara strax byrja að plana. Já. Framtíðina. Akkurat. Svo getur þetta allt breyst einhvers staðar á leiðinni. Já, svo heyrir maður líka endalega sögur af fólk sem byrjar í háskólanámi og þeir svo eitthvað allt annað því að það kannski þarf ekki að fylgja hjartanum strax. Já, það er blámálið. Það er aldrei að senda ákveðis allavega. Ég var alveg til í að fara í ansi margar í alla skóla. Akkurat. Þetta er ekki búið, það er aldrei á seint. Það er nokkuð ljós. En Hjördís, gaman að heyra í þér og gangi ykkur vel með að undirbúa morgundaginn. Takk fyrir það. Hvert fólk til að kíkja til ykkar? Sem að nenna að fara yfir heiðina morgun og ef ekki, það bara 29. mars. Það er nefnilega alltaf þannig að það er alltaf styttra til Reykjavíkur heldur en hinga austur. Ég veit það, maður bara veit aldrei. Það er allavega við vorum að taka allavega ekki saman snjóur skerðið síðasta sunnudag. Nei, svo náttúrulega fjölmargir að hlusta okkar á höfuðborgarsvæðinu líka þannig. Hvetjum bara fólk til þess að skoða þetta. Bara hvetjum alla til að mæta. Akkurat. Frá 12 til 4. Kæra þakki fyrir þetta, gangi ykkur vel. Takk fyrir það sem leið. Já, bless.